Sæl, ég heiti María Hjálmtýsdóttir og hver er ég? Já. Já, við erum nú saman í stjórn Kvenréttindafélagsins. Nei, ég er ekki stjórn Kvenréttindafélagsins. Nei, ég er að ljúga því. Já. Þú ert ekki stjórn Kvenréttindafélagsins. Við erum alltaf saman á fundum í Kvenréttindafélaginu. Já. Ég er kennari, menntaskóla, kenni kynjafræði meðal annars og ég er í félagi sem heitir Vitund, sem berst gegn kynbundnu ofbeldi. Og hvað ger ég meira? Ég safna barnabókum og já, ég er svona bara aktivisti almennt. En þú? Ég heiti Auður Önnu Magnúsdóttir og ég er framkvæmdastýra Kvenréttindafélagsins. Já, einmitt. Og þetta podcast er í boði Kvenréttindafélags Íslands. Það er eitt smáska. Já, ég er lífefnafræðingur. Ég er með doktorsprófi í lífefnafræði og vann lengi við rannsóknir. Og það var bara rosa gaman, en ég ákvaða því ég er líka aktivist eins og þú. Fara að vinna við aktivisma. Þannig ég er búin að vinna hjá félagsamtökum núna í svona 8-10 ár, eitthvað sless. Já, ég þá kallaði doktor Auði. Þú átt að kalla mig doktor Auði. Mjög gott. Þetta vissi ég ekki. Nei. En þetta er nýja podcastið okkar. Já. Og við ætlum að kalla það hotkerlingar. Hornkerlingar, það eru við. Hvort er það hornkerlingar eða hotkerlingar? Já, það fyrir eftir hvort þú spyrir Bjarna eða Bjarna. Já. Ég veit það ekki. Nei. Horn, við erum að hafa R með. Dagur íslenskrar tungun í liðin. Hornkerlingar. Hornkerlingar. Já, og hérna ætlum við að ræða alls konar feminísk málefni. Er það ekki? Við ætlum að bólakaff. Við ætlum að svolítið á bólakaff. Bólakaff. Við erum búin að setja okkur samt eina reglu. Við ætlum að reyna að vera ekki að vísa í greinar. Er það ekki? Við ætlum að ekki að vera bara háflegar og fræðilegar. Akkurat. Segir þetta svona kvennamáli. Við ætlum að tala kvennamál og svona svolítið aðgengilegt en frekadjúft. Já, eins og við getum. Já. Ég er náttúrulega komið með impostor syndrom strax að vera með doktor. Herðu, eitt þáttur, impostor syndrom. Já, skrifum það hjá okkur. Já, kannski getum við haft eitt þátt lífefnafræði, svo ég geti látið ljós mitt skína. Það er pottið að gera kynjafræði, vingil á lífefnafræði, ef eitthvað, sko. Já, akkurat. En okkar svona fyrsta viðfangsefni, það er móðurinn. Já, megum við ekki segja frá því að við erum svona pínu, við veljum þema og allavega önnur okkar lærir rosalega vel heima. Já, og það þykist læra rosalega vel heima. Já, að gera eitthvað. Já. Og er svona undirbúnari heldur en þá hinn. Þannig að við kannski svona eigum sitt hvort þema. Já. Eða svona eigum þau ekki, en einu er búin að læra heima meira. Já. Já, mjög gott. Þannig ég lærið heima. Þú lærið heima fyrir móðurhlutverki? Já. Ég er búin að vera að læra heima fyrir móðurhlutverki í 20 ár. Já, hvað áttu mörg börn? 3. Já, ég líka. Já. Yes, þá erum við saman í því. Já. Þú ert búin að læra heima aðeins lengur, er það ekki? Elsta barnið þitt er 30. Hann er 30 ára og ég meiri sér 2 stjúpöld líka. Já, sem er ennþá eldri. Ég er eiginlega doktormóðir. Þú ert doktormóðir, ok. Ég verður kallið doktor Auður og þú verður kallið doktormóðir. Mjög gott. En já, það er heilaga móðurinn og byrjum bara lágstæmt hérna í heilugu móðurinni. Já, og það er svolítið svona það sem við ætlum ekki að gera. Við ætlum ekki að vera lágstæmtar. Nei. En svona, maður heyrir mjög oft að það fallegasta sem nokkur manneski getur gert er að vera móðir. Það er köllun. Það er hlutverk konunnar. Samkvæmt mjög mörgum. Fyrst og fremst. Já, og svona svo þjónusta sem að konur eiga að veita samfélaginu. Já. Og konur eiga þá að fórna sig fyrir aðra og sérstaklega börn, af því að börn eru náttúrulega saklaus og þurfa umönnun. Já, rétt. Rétt. Bingo. En vinna feminista hefur mikið snúist um það að aðskilja þetta. Aðskilja það að vera kona frá því að vera móðir. Og þetta var svona stórt verkefni framan af í feminískri baráttu en hefur alltaf verið svona svolítið undirtónn. En núna þá er þetta að koma rosalega sterkt fram aftur að draumur
kvenna á að vera að þjónusta lítil börn, að vera mæður og það á að vera þeirra eina lífsfylling. Sko má maður koma svona inn í þegar hinn er búin að læra heima? Maður á að koma inn í, annars er þetta svolítið leðilegt. Að því ég veit ekki sko hvort og þú sért að fara að koma síðan með það. Já. En til dæmis að því að þú varst að segja nú er að koma svo mikið aftur þetta. Já. Og þá eru ásakanirnar á feminista að vera búnar að eyðileggja þetta. Að við séum alltaf að reyna að skemma þetta heilaga hlutverk fyrir konum. Ertu með það, kemur það eða? Nei, við skulum bara ræða það. Já. Nei, þú veist, að því að við erum svo mikið sakaðar það að vera búnar að vera alltaf að reyna að eyðileggja fyrir konum, að við erum alltaf að reyna að reka þér út á vinnumarkaðin. Og við skilur hvað ég meina, við erum ásakaðar það að við viljum ekki að konu njóti móðurhlutverksins. Já, nei, bara pæling, við getum tekið það svo. Nei, það er hárrétt. Já. Við erum ásakaðar það. En það sem að við erum kannski fyrst og fremst að tala er að konur geti verið móðir og eitthvað meira og að þú ert kona þó þú sért ekki móðir. Já. Og hlutverki þínu sem þjónustu veitandi móðir líkur þegar börnin er orðin stór. Já, og þú ert samt sko atvinnu aktivisti og eiginlega alveg doktormóðir líka. Já. Þannig að við erum þversögn. Já, akkurat. En við ætlum að lega okkur að vera kannski ætlum við að lega okkur að vera bara pínur ræsnarar. Já. Þú veist, við ætlum bara að tala hvernig við myndum vilja sjá hlutina, hvernig svona hlutinir eru í fræðilegu samhengi, en þú veist, okkar persónulegu mistök með það að fá börnin okkar til þess að fara með leirtuð úr herbygginu sínu inn í eldhús, það kemur málun ekkert við. Nei. Er það ekki? Já, ég meina bara smá dass af hræsni er alltaf holdt og nöðsilegt. Já. Er það ekki? Já, já. Við prófum þetta allavega. Já. Og svo sjáum hvað setur. Og ef það er einhver sem hlustar á þetta og langar til þess að taka okkur niður, þá getur það sagt, ég veit nú að börnin hennar Mæju, þau hjálpa ekkert til heima. Já. Og þá segir bara ef við erum búin að taka fram hræsnina. Já, ámitt. Disclaimer. Já. Fyrir alla þætti. Já. Bara hér með tilkynnist það að það mun örugglega verða hræsni. Já. Og það er ekki hægt að skjóta því á okkur því við erum búin að tilkynna. Nei. Það er mjög gott. Nei, einmitt. En já, og þetta á að vera sérstaklega líffræðilega hlutverk kvenna. Það er líffræði sem að segir konur eiga að fæða börn og það er eiga bara að láta sig hafa það. Og með því að verða mæður þá eru konur að gera það sem það er eiga að gera. Það er að uppfylla staðalímyndina hlutverk kvenna og með því verða þær samþyktar. Þær tilheyra, fá að vera með, eru réttar og forðast útskúfun. Og við erum náttúrulega rosalega mikil svona félagsvera, félagslífverur. Já. Og það að vera hluti af hópnum og vera samþyktur, það er bara það að fá að lifa af, það að geta lifað af. Já. Þannig að þessi þrýstingur að við konur séu réttar, að þær fá til á hópnum og séu að gera það sem hópurinn ætlast til að þetta er óbáslega sterkur þrýstingur. En er þetta ekki svo bara líffræðilegt hlutverk okkar og bara, er þetta ekki bara það? Er þetta ekki bara rétt? Við bara eigum að fæða börn og allir kátir? Nei, það er ekki rétt. Nú, já. Konur eiga að fá að ráða því sjálfar hvað það er að gera. Hið minnsta á ábyrgð þeirra á börnum að vera jafn mikil eins og ábyrgð feðra á börnunum. Já, en feministar eru náttúrulega að reyna að skemma þetta líffræðilega, náttúrulega hlutverk með því að vera að koma svona hugmyndum inn í hausin á konum að þær eigi að vera eitthvað annað. Doktor í lífefnafræði. Já, maður bara getur verið bæði. Sko. Já. Og það er líka allt í lagi að velja annarkort. Já. Þú veist, það er rosalega erfitt fyrir sérstaklega konur sem að velja að eiga ekki börn. Já. Það er sæta mjög mikil í gagnrýni og mikið af umræðu svona þungunarof til dæmis. Fjallar, kannski sögulega, ég veit ekki alveg hvort það er þannig allavega á Íslandi í dag, fjallar svolítið mikið
að það séu góðar konur sem að vilja vera mæður og alveg öll þau börn sem mögulega er hægt að ímynda sér að verði til og vondar konur sem að vilja þá lifa lífinu eins og þær sjálfar ákveða og ekki fórna sér fyrir móðurhlutverkið. Já, þetta minnir mig á sko, það var gerð það hlýtur að hafa verið rannsókn sem að gerð held ég í Ísrael ef ég mann rétt. Erum við ekki að boykotta Ísrael? Jú, en það hefur sjálfsagt verið einhver ágætismannskja í Ísrael einhvern tímann. Ég veit ekkert hennar pólitísku skoðanir, en ég veit allavega að það var gerð rannsókn. Það voru tekin viðtöl við konur sem að voru mæður en höttuðu það. Og mér fannst svo, það var svo lýsandi að enginn þeirra vildi koma fram undir nafni. En þær voru að tala um það að þær elskar náttúrulega börnin sín, en þær hata móðurhlutverkið. Og það, og líka það að vilja ekki eignast börn er mikið tabú og konur er oft erfitt með að koma út með það. En mér finnst fleiri vera núna þora að segja að þær vilja ekki eignast börn. Frekar heldur en að segja ég hata að vera mamma. Ég vil vera brjála á þessu. Þó að, maður myndi náttúrulega ekki henda börnunum sínum. En já, þannig að þetta er mikið tabú að vilja ekki vera móðir. Og það er ógeðslega áhugavert. Það er svakalega mikið tabú að vilja ekki vera móðir. Það er bara tilveru réttur. En það er kannski eitthvað sem feminista bjúku til. Þetta vandamál, að það vilja ekki allir konur vera mæður. Ert þú á móti feministum? Nei, ég reyna að vera svona devil's advocate-ina. Það vantar svo mikið devil's advocate í svona feministu umræðu. Það er svo fá podcast þar sem er einhver að tala á móti feministum. Nei, ok, en nú ætlum ég að hugsa upp hátt. Því ég hugsaði þegar maður býr til svona podcast, að því að ég hef ekki droslega haft mikið úthaldi að hlusta podcast, en þau virka að mig, það koma stundum, ég veit ekki hvernig algoritmin virkar fyrir ekki, ég er aðeins að fara út af sporinu í það, að ég er 51 árs kona, mjög feminísk kona, samt fæ ég, þegar ég opna TikTok, mjög mikið af svona kalla podcastum, þar sem þeir sitja og tala illum feminisma. Áhugavert. Ég veit ekki hvað er að gerast, sko. Og þetta verða svona bergmálshellar, podcastin, og þau tala saman eða þeir, og sammála, það eru helst feministirnir og libbarnir og ég veit ekki hvað, og vók, djöflarnir. Og svo ég bara reyna að hugsa í sambandi við akkur ég er eitthvað að reyna að tala gegn sjálfur mér það er sennilega bara eitthvað svona ég reyna rúkslega mikið að passa við sem ekki bergmálshellir. Já, en sko mér finnst bara vanta bergmálshellin. Já, það er rétt, ég skal heit þessu. Já, og þú veist bara fræðslu sem að er svolítið feminísk. Ég skil þig. Og bara svona skemmtilega umfjöllun feminísk málefni. Já, það er hár rétt hér. Þú mátt segja nákvæmlega þess að það er sýnist. Já, ég er að fatta, ég þarf ekki að vera sko podcastútin. Við skulum bara bjóða einhverjum af öllum þessum ótal podcastgæjum einhver tíman í podcasti okkar. Já. Og þá erum bara með eitt svona devil's advocate. Og við erum tværa móti einum. Já, og það eru bara búin að dekka það. Ég meina, hann má kannski hafa vinsinn með sér. Já. Og þá erum við bara búin að dekka devil's advocate. Ok, ég til ég. En endilega við erum að velta upp alls konar spurningum. Já, það er svona kannski það sem ég er að gera, reyna að láta okkur svara spurningum sem ég veit að við myndum fá. Já, akkurat. En ok. Akkurat. Haltu áfram, fyrir ekki? Já, bara ekkert mál. En það sem að þú ert í raun svolítið að segja, góða móðurinn, þessi staðalímyndum konuna sem að fórnar sér endalaust fyrir börnin, þetta er kúgunatæki. Þetta er ein af þeim mörgum leiðum sem að feðraveldi notar til þess að kúga konur. Og það verður aldrei hægt að nálgast allt sem góða móðurinn sem staðalímyndin hana gerir. Hún er hugmynd til að stjórna konum og því sem þær gera og tilraunir til þess að gera þeirra föngum á heimilinu af því að þetta er svona ímynd eitthvað sem var aldrei hægt að ná. Og það er ekki hægt að vera fullkomin
móðir. Við erum alltaf með Þú getur alltaf- mamviskubitt. Þú getur alltaf gert betur, þú ert alltaf með mammuviskubitt. Já, Og þetta er svona kannski á svipaðan hátt og fegurða viðmiðin sem að, við erum kannski ekki að fjallum hér en munum örugglega að fjallum, að það er hægt að ná tökum á konum eða valda þeim stöðugum sjálfsefa, segja þeim alltaf þær sé ekki nógu góðar. Það eru örugglega engin kona í heiminum sem að uppfyllir þessi klassísku fegurða viðmið og það er endalaust hægt að nota þau til að stjórna konum og fá þær til að vera óanægð með sjálfa sig. En svo líka ef að kona, kona sko er ógeðslega ánægð með sjálfa sig. Djöfull er ég góð mamma. Þá er hún siðblind. Já, já. Eða, bara eitthvað klikkuð. Já, fólki finnst það. Og óþólandi. Já. Þólík svona kellingar sem þykjast vera góðar og sætar. Við ættum kannski að hafa annan disclaimer. Já. Stundum erum við að djóka og segjum ekki djók. Já, og það veit enginn hvenær við erum að djóka og hvenær ekki. Nei. Mjög gott, það getur alltaf sagt eftir að leika bara, nei, þessi þáttu var bara djók. en samt það að vera vond móðir, það er verri en að vera ljót. Það er miklu, miklu verri en að vera uppfylla ekki staðal í myndirnar fegurð. Hvernig er maður vond móðir? Nákvæmlega. Og það er svo ótal leiðir til þess að vera vond móðir og þú nærið eiginlega aldrei upp í það að vera þessi góða móðir nema að geta sýnt fram á það að þú hafir fórnað gjörsamlega öllu. Já, það er ekki gott að vera einstamóðir. Nei. Af því þá eru verða börnin ofbeldismenn. Nú er það svoleiðis. Já, rannsóknir sína það. Rannsóknir sína það, já. Allir kallarnir í fangilsunum með allir einstæðamæður, var það ekki eitthvað? Nú, ok. Einhver mýta. Vissi það ekki. En má ég spyrja þig með það sem að mér dætti í hug þegar þú sagðir að vera vond móðir, er það ekki líka það sem er notað og eina leiðin í forsjárdeilum til þess að faðir fái dæmt forræði frá sjálfur, bara einn. Þá þarf móðirinn að vera snar eða bara rosalega lasin eða það þarf að vera svo mikið að móðurinni af því að hann er treyst svo mikið fyrir börnunum. En, já. Ég held að þessi hárétt, en núna er náttúrulega yfirleitt reynt að hafa sameiginlega forsjá. Já. En já, móðurinn þarf að brjóta verulega af sér gagnvart barninu til þess að til að missa forræði. Já, ok. En góða móðurinn, hún er endalaust þolinmóð, endalaust tilbúin að gefa af sér og hún verður líka að vera ógeðslega falleg. Helst. Já. Eða mjög fallega innan sem sést út af við. Já. En mjög svona heimilisleg líka. Já. En hún þarf að vera svona pleasant, hvernig segir maður? Já, mjúk. Já, mjúk. Mjúk í fasi og mjúkur faðmur, er ekki svona í minningagreinum ömmur og mæður, svona mjúkur faðmur og hlýr. Og svo fyndi þegar að fólk skrifa minningagreinur ömmu sína. Það er alltaf að skrifa bara sjálft sig. Ég man þegar amma gerði þetta fyrir mig. Já. Amma fórnaði sér fyrir mig. Amma sagði þetta við mig þegar ég var eitthvað með sjálfsefa eða eitthvað. Hún var alltaf til staðar fyrir okkur. Já. Það er svolítið móðurlutur ekki líka. Við þurfum að vera til staðar alltaf meira sem frá klósti þar maður verður til má segja fokking í þættinum. Já. Maður þarf að vera til fokking staðar alltaf. Já. Og það er ekki bara það að það sé eðlilegt að banka á klóstitörðina og meðan maður er reyna að fá frið þar. Heldur er eðlilegt að ná sér í hníf og snúa lásnum því að sumum klósettum og fara bara inn. Já, það er ákveðið skeið. Já, akkurat. Að ég verð að fá að vita núna. Já. Kannast þú við að fara og þykist þurfa að vera á klóstinu og bara þykist þurfa að fara á klóstið eða vera lengur en þú þarft að vera á klóstinu bara til að fá að vera í friði heima? Ég líka. Þetta var rosalega mikið COVID. Það var náttúrulega allir heima alltaf. Og þá var bara, vá, hvað ég þarf mikið að kúka. Það er ekki búinn. Já, það voru góða stundir. Já. En hver er þessi staðalímynd? Hún náttúrulega breytist eftir því sem að bara á milli samfélaga og svona með tímanum. En það er samt alltaf þannig þó að staðalímyndin sé að breytast en þá eru kröfunar á mæður
ekki í neinu samræmi við kröfunar og feður. Nei. Og það að vera góð móðir, það hefur þig ekkit upp í efnagslegu eða félagslegu samhengi eins og það gerir feður, og góða móðurinn, hún er náttúrulega í eðli sínu háð föður barnanna. Ok, útskýrðu. Já, það er af því að sko, hún er náttúrulega hvít, góða móðurinn er hvít, og hún er gift, og hún er gagnkynhneigð, hún er innfædd og hún aflar sér ekki nægilega tekna til að standa undir heimilinu. Því að hún fórnar öllum sínum tíma, ekki í einn starfsframæði til að afla tekna, heldur til þess að sinna þroska og uppeldi og fæða og búa til fæðu fyrir börnin. Erum við að tala um tradwife? Sko, einhverju leiti erum við að tala um tradwife. Ég held að við ættum að hafa bara örgulega marga þætti um tradwife. Já. En tradwife er að einhverju leiti sko, að einhverju leiti er tradwife ekki tengt góðu móðurinni, því að þetta er bara svona eitthvað samfélagsmiðla trend, eins og að vera sko að mála sig þetta er bara ein svona ímynd. Já, ein svona ímyndin sem hægt er að fara, og ég er kannski ekki alveg beint þetta innhald, þetta samfélagslega svakalega, hvað kallið þetta? Félagslega taumhald. Það er samt verið að reyna svona, pressan er svolítið að þetta verði lífstíl sko, verðist vera. Já, sem er þá bara þetta comeback góðu heilugu móðurinnar. Já, hárrétt. Já, og mæður, þær þurfa að gera svo miklu meira en að sjá börnunum fyrir mat, skjóli og ást, sérstaklega í dag. Skjátíminn, við þurfum að passa skjátímann. Já, við þurfum að passa skjátímann, en við þurfum líka að vera uppeldisfræðingar, sálfræðingar, þroskaþjálfar, kennarar, leigubílstjórar, íþróttaþjálfar, kökubassarar, bakarar, kokkar, þjónar, fyrirmyndir. Þetta er eitthvað fleiri hug. Og skemmtikraftar. Nú erum við að keppa við hérna YouTube og allt þetta sétt. Já, kvöldvöggustjórar líka, svona kósikvöld. Já. Ég var einmitt að tala við vin minn um daginn, og ég var að fara yfir það að ég þekki ekki marga kallmenn sem eru rosalega meðvitaður að vera fullkomlega jafnréttir heima hjá sér. Sem eru bara að taka þátt í þriðjuvaktinni, sjá hana, heyra hana og eru með í henni. Þess að bara leggja sitt að mörkum til þess að þriðjavaktin sé ekki á móðurinni. Og þetta eru þreyttust menn sem ég þekki. Já. Þeir eru svolítið þreyttar en innir. Akkurat. Sem er alveg rannsóknarefni út af fyrir sig. Akkurat. Sko, það er alveg ástæði fyrir því að maður, ef maður hefur möguleikan, á því að koma bara heim og eftir vinnu og dætt í tölvuna, mestalega alltaf kvöldmatt, samt kannski ekki alveg. Já, svona út. Í staðin fyrir að fara að leika við krakkana og sinna öllu sem þarf að sinna. Það er bara of mikið að vera fyrst í einni vinnu og fara svo heim og vera í annari. Já, þú ert að lesa kafla í bókinni og svo þarfst að muna ef það blokkflutina og svo þarfst að muna að það er leikur á þriðjudaginn og það vantar að þú körbultgalaðinn og svo er bleikidagurinn á morgun. Ég fekk píðakast. Þetta var búið að cover í áramótasköpinu, var það ekki? Jú, það var nokkuð vel gert, en sko í áramótasköpinu var þetta samt bara eins og þetta væri bara milli 4 og 5 og svo væri bara þessari þriðjuvakt lokið, en þetta þú ert aldrei búin á þriðjuvaktin og þess vegna er þriðjuvaktin eiginlega svolítið mismæli, eða sko ekki mismæli, heldur ekki réttnefni heitir það. Já. Sko af því þetta er ekki vakt, henni líkur aldrei. Og bara frá því þú vaknar á mótnana þá er hausinn aður að spóla í því hvað þarf að gera. Þetta er lífstíl. Já, þetta er lífstíl. Þetta er áunnin svona uppáþrengdur lífstíl sem að, Já. Sko, svo erum við með hugtakið áköfmæðurinn. Þú er hýrt um það? Ég hef hýrt um það. Það var var það ekki einhvers konar rannsókn sem var gerð? Jú, fullt af rannsóknum hafa verið gerðar um þetta. Já, ég er að hugsa bara eitthvað eitt. Já. Intensive mothering, svo við tökum hugtökin hérna. Akkurat. Já, rétt. Á útlensku. Já. Intensive. Ég ætla ekki að vera fræðileg, sorry. Nei, það er bara fínt.
En þetta hefur tölvöld verið rannsakað á Íslandi líka sem mjög skemmtilegt. Já. Og það sem að kemur í ljós þar að konur upplifa að þær eru að drukkna, þær eru ógeðslega þreyttar eða mæður, þeim líður illa, þeim finnst þær ekki vera að standa sig og þær eru alltaf að spóla, reyna að gera meira, en það kemur alltaf fleiri verkefni. Og sérstaklega skoða kannski tengslum við skóla- og frístundastarf barnanna. Já. En feðurnir sem að voru teknir fyrir þessari sömuransókn, þeir upplöðu þetta ekki, þeir töluðu kannski bara gæðastundir við heimalestur, þeir höfðu ekki þessi streita og þessi ofbúðslega pressa, þeir upplöðu það ekki í tengslum við tómstundir og skólagöngu barnanna. Já, sko, má ég koma með samlíkingu? Já. Sem mér er þetta í hununa. Já. Að því að sko, nú hef ég prófað að vera móðir síðan 1995. Já. Og móðir síðan 1995. Doktor móðir. Já. Ég ætla að byrja með nýtt podcast, Doktor móðir. Þá, þetta með to-do-listana. Maður er með svona to-do-lista. Bara já, ég þarf að muna þetta og ég þarf að það er ekki til skýr í næsti og eitthvað allt þetta. Og svo er náttúrulega þegar maður er í námi og kennslu og svona, ég ímynda mér í öðrum vinnum, þá er maður með svona to-do-lista, maður er með einhver svona skilafresti eða maður er með eitthvað sem þarf að klára, maður þarf að undirbúa sig fyrir þetta og það er alltaf eitthvað svona yfirmanni, já ég þarf að klára þetta og þetta rennur út á miðnætti og svo þurf ég að gera þetta og það er þessi króníski to-do-listi. Núna er ég í námi, gaman sér frá því og ég er ekki að skila verkefnum og ég er ekki að skrifa ritgerðir og ég er ekki að taka próf, ég er bara að njóta. Þú setur bara í tíma, ábyrgðalaus. Ég les heima það sem ég er skemmtilegt að lesa, ég mæti tíma og hlusta af athygli og tek þátt í umræðum og ég er að njóta þessi fyrsta skiptir og svolítið mikið að vera í námi. Yndislegt. Og ég ímynda mér svolítið að munurinn á því þá að vera þriðjuvaktafóringin heima hjá sér og að vera hinn er að sá sem er á þriðjuvaktinni eða svo er alltaf með to-do-listan eins og þegar maður var í námi og var alltaf með skilafrestin og ég þarf að gera ritgerð og hún þarf að 3000 orð og fokk mig, ég þarf að finna 4 heimildir og bla bla og hinn er bara í náminu eins og ég er í dag og það er allt annað og ég bara er að njóta og það er svo gaman að vera í háskólanum skilur og ég bara rúlla þetta gegn og mæti tíma með kaffibolla minn og bara geggja næs og ég held að ég sé svolítið pappin þá núna í háskólanáminu og það munar svo miklu að því að svo byrja kennarinn við erum að ræða inn að lokaverkefni sem er 40% og það skil og allir alveg og ég finn hvernig allir eru alveg að fara út þannig farast að því það er svo mikið af dóti sem það er að skila og ég bara eitthvað dumbidum og fá mér meira kaffi ég held að ég að pappast í gegnum háskólan. Þetta er rosalega góð samlíking. Er það ekki? Jú, ég held að hittir akkurat naglan á höfuðið. Já, ég finn það bara. Já. Fann hann að nagla. Af því að ég ætla bara að viðurkenna það. Já. Það er gaman að vera með börnunum mín. Já. Ég ætla bara, þú veist, við erum alveg hreinskilin með það. Börnum mín eru drullu skemmtileg og alveg bara, þegar ég þarf ekki að vera að hugsa þau, eins og núna þegar stóru börnum mín eru flutta heiman, þau eru bara mjög skemmtilegt fólk. Já. Og kom mér bara óvart þegar ég þarf ekki að vera að reka þau að taka úr uppþvottavélinni eitthvað. Dóttir mín kemur bara heim og svo erum við að spjalla og þá er hún alltaf bara að taka úr uppþvottavélinni, algjörlega óumbeðin og hún býr ekki einu svona. Jú. Ha? Ég get svarað, ég veit ekki. Þetta er rosalegt. Já, og hún á ekki einu svona börn. Þetta er bara, ég veit ekki, ég skildi ekki. En þetta er svolítið þetta, að allt í einu bara klárast einhver to-do-listi. Og þá er bara allt svo gaman. Já, en það er svolítið móðurinn, to-do-listin klárast aldrei. Hann er alltaf. Nei. Og ef að þú hefur smá tíma, þá átt að hafa samvinskupið því að þú ert ekki að nota tíman í að leita lausna fyrir einhver vandamál sem að tengjast barninu eða, þú veist, sinna barninu eða leita sjálfriðir og vera best útgáfna sjálfriðir, þú þarf líka að hafa tíma í það. Já, og það er líka góð móðir, en fyrst og fremst á hún náttúrulega fórna sig fyrir barninu. Já, ég held en hún þarf líka er ekki svolítið komið núna að sko þú þarft að líka gefa þig tíma fyrir þig og finna friðin og róna og fara í eitthvað sem heilar þig. Jú, en það besta sko þegar maður svona úttauguð, útivinnandi, þriggjabarna, gift móðir, kemur skjálfandi á beinunum í hálfgerðu taugafalli og reyna að ræða einhver mál við kannski fagfólk eða eitthvað eða vini og bara, en ertu ekki að taka tíma fyrir sjálfa þig? Bara, hvenar á ég að fucking gera það?
bara, jú, ég fer á klóstið 3 á dag. Já, og fel mig á klósettinu. Og fel mig. Já, þú veist, enn ein skyldan, hérna. Já. Þú veist, þú verður að sinna þessu andlega, þú verður að hugsa líkamaðinn sem hof og bla 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 bla. Og fara í hárgræslu. Fara í hárgræslu. Já. Það ekki gott. Hvað ertu með mörg gráhár? Ég veit ekki, ég að safna þeim núna. Ég búin að vera mjög mikil dilemmu með þetta, hvort að ég ætla að verða gráhær eða hvort ég ætla að halda fram að vera að lita mér hárið. Og þá mitt talandi móðurhlutverk. Af því að ég á svona örverpi sem er bara 10 ára. Ég á 30 ára barn og 10 ára barn. Gaman að segja frá því. Á vaktinni síðan 1995. Sko, ég fór að hafa ágjur að því þegar ég hugsaði, ok, ég er að vera gráhærð, ég bara að láta það gossa. Hvernig mun þá 10 ára barninu líða að eiga gráhærðu mömmuna? Af því hina mömmunar eru tölvöld yngri en ég flestar. Og ég var svona, ég fekk samviskupið hans vegna að hugsa að leyfa mér að verða gráhærð. Ok, af því það er því svo vandræðalegt fyrir hann eiga svona gamla mömmu. Af því að svo er það líka, maður má ekki vera of gamall. Nei. Þú mátt heldur ekki vera of ung mamma. Þú mátt alls ekki gera það. Þú mátt ekki vera of gömul. Nei, þú mátt samt held ég frekar vera yngri en eldri. Nei, ég veit það ekki. Nei, það er líka svolítið bann. Sérstaklega þú ert sko svona kringum tvítugt. Já, þú mátt ekki fara mikið niður fyrir það. Nei, alls ekki sko. Þá ertu bara óhæf. Já, það er samt, ég sé það inn á sko, mæðratips er mjög áhugaverð grúpa ef maður er að stúdra móðurhlutverkið. Og þar sé ég reglulega koma það koma oft ungar stúlkur og konur sem eru ófrískar eða óléttar og eiga lítil börn sem eru undir 20 og þá koma mjög margar, það virðist vera mjög ég er alltaf hissa hvað það virðist vera margar konur með 1 og 2 börn bara fyrir og 20 þannig að það hefur ekkert farið mér finnst það vera líka rannsóknarefni ég held að konur væri miklu seinna að eignast börn núna að meðaltali já, kannski er það bara já, kannski sé þetta bara því að mér finnst áhugavert ég veit ekki, já en það er náttúrulega sko mjög miklu auðveldra að stjórna konum ef þær eru alveg að draugna og dröpast þá eru þær ekkert að fara að vera með leiðindi með maður ekki tíma fyrir það nei, orku nei en sko ef að konur mæður eru bara heima eða eru í hlutastörfum af því að þær eru svo uppteknar við að vera góðar mæður og uppfylla staðilímyndina svo hann verði ekki útskofað þá verða þær bara vegna þess að við erum með hérna lögmál að það er 24 tímar í sólarhringnum og þær verða að fórnast framanum og vinna minna og fá minna borgað þá missa þær fjárhagslegt sjálfstæði þær fá minni lífeyrisréttindi og minni möguleika á að vera í yfirmannastöðum og það hefur slæm áhrif á samfélagið ekki bara fyrir þær sjálfar því að sko atvinnuþátttaka kvenna hún eykur hagvöxt töluvert þetta höfum við séð á Norðurlöndunum þar sem að konur taka mikið þátt í atvinnulífinu Já, ég las einhvern tímann bók bara eitthvað svona feminíska hagfræði þar sem var að tala mikið sko þriðja heimslönd þriðja heimslönd má segja það það er orðið pólitískt hlaðið að segja það Já, það er ég er að meina the global south Já sem ég veit ekki hvað Við lýsum eftir íslensku Heyrðu, eigum við að vera með hérna eigum við að vera með Instagram reikning Já, það ekki Jú. Já, við gerum eitthvað svona til þess að geta fengið einhvers konar hérna, pillur og skítkast og jákvæða þú meinar athygli mögulega en sko það var verið að tala um þetta þú veist, þegar þú ert til dæmis með samfélög þar sem að þú giftir stúlkubörn þar sem að bara stelpur og konur eru fastar frá bara að hætta að mennta sig mjög snemma bara 12 ára eða 18 ára eða eitthvað og eru fastar í móðurhlutverkinu og það er bara eina sem er í boði fyrir þær þá ertu náttúrulega með helmingin af samfélaginu ekki á vinnumarkaði þannig að í rauninni kemur sko að því að jafnrétti er oft hugsað sem eitthvað svona krúttuverkefni sem kemur þegar
gerðin er orðin rosalega flott þegar þú er komin svona vesturlanda samfélag, kapitalist samfélag þá erum við komin á svona eins og þetta sé einhver svona þróun og við erum samfélagin sem eru komin lengst ef þú setur þetta á einhvern svoleiðis hugmyndafræðilegan skala að þá er oft hort á svona jafnréttismál, já við Norðurlöndunum erum of mikið að dúlla okkur í jafnrétti af því við erum komin svo langt í einhverju svona þróun við erum svo agalega þróuð og og þess vegna getum við verið í öllum sem jafnréttismálum en kemur á daginn þegar að hagfræðingar skrifa bækur feminisma þá náttúrulega snýr þetta allt á röngunni vegna þess að þú færð ekki þú verður ekki ríkt samfélag nema þú sért að nota allan mannauðin sem er í því og lokar ekki helmingin heima. Akkurat. En allavega þá komum við síðan að mati, starfa og launað og allt það. Ég held að sé alveg efni í mögulega annan þátt. Ég held að sé 1000 þættir og skarast allir alveg, við verum örgulega að segja sömu hlutina þvers og kruss. Já. En það er alltaf leið, þá rifist það upp. Já. En varðandi ákvöfumæðurunina og það að vera góð móðir og fórna starfsramannum til þess að vera heima og fórna frístundum þínum og þínum megin hugðarefnum. Það er náttúrulega að vera mikið heima með börnunum. Og þessu hefur fyllt örmögnun. Það er sem sagt alveg hægt að vera með burnout vegna þess að þú leggur því svo svakalega mikið fram að vera góða móðurinn. Og það er hefur verið sýnt að færri klukkustundir sem mæður eyða í mæðrun bætir umönnun þeirra svona innan einhverja marka. Þannig þetta er ekki spurningum magn, þetta er spurningum gæði. Og virk og gefandi samskipti þau minnka mjög lítið við það að bæta sér til dæmis í leikskóla. Hefur við bara outsourca móðurhlutverkinu. En hvernig er það með ef einhver segir bara svona já, en ég bara ég elska þetta hlutverk og þetta er bara mín köllun og þetta er bara eina sem ég vil og ég bara skil ekki þetta tal allt að við séum bara að mæður séu örmagna og þær þurfa að standa sig og þetta sé til þess að láta líka vel við sig ef að ég er bara þess að því ég elska þetta. Já, það er bara mín persónulega skoðun er bara að þessi manneskja sem þú ert að leika, hún má bara algjörlega gera þetta. Og elska þetta og bara frábært hjá henni. Það sem að við erum hins vegar að tala að við sem samfélag séum ekki að ýta undir og ýta konum þangað sem að öll okkar kerfi hafa gert árhundruðum saman. Þúsundum. Já, það að þú verðir að elska þetta. Þú verðir að elska þetta og þú eigir að fórna öllu. Já, þú mátt elska þetta, þú mátt sleppa öllu hinnu. Já. En þú verður ekki að gera það og þú þarft ekki að láta okkur hinum líða illa yfir að elska þetta ekki. Nei. Er það ekki það sem við erum að segja? Nákvæmlega. Já. Þannig að þú veist, ef einhverjar konur eins og þú segir elska þetta, bara frábært fyrir þær. Já, ég menna þær eru til. Já. Alveg eins og þær sem að hata móðurhlutverkið. Já. Þær eru líka til. En það er örugglega erfiðara, ef ég væri móðir sem að elska þetta, þá myndi ég kannski hugsa einmitt, helvítis feministarnir út allt að tala þetta niður og þetta er bara líffræðileg köllun og heilu köllun og ég elska þetta eða hvað svo sem þú vilt, hvernig svo sem þú vilt útskýra það eða hvað, og ég myndi segja svona, og nú er það bara orðið eitthvað tabú að vilja vera bara heimavinnandi móðir þegar að ég myndi halda að raunverulega tabúið væri einmitt og þeir sem að upplifa alvöru neikvæðu viðbröðin eru þær sem einmitt vilja þetta ekki eða sjá eftir því að hafa tekið þetta hlutverk. Það er náttúrulega eins og þú segir alveg bannað. Já, ég held að það. Já. Það er eiginlega mest bannað öllu. Það er meira bannað heldur en að vera í þungunarrof. Oh my god, já. En áhrifin á krakkana. Það er sagt að það sé svo gott fyrir börnin. Það er svo gott fyrir börnin að móðurinn fórni sér algjörlega fyrir þau. Og það er svo gott fyrir þau að vera heima og þau að vera sem minnst á leikskóla og vistunatíma á leikskóla er langur vistunatíma er vandamál, er svona talað í almennri umræði. Já. En bara því miður þá er þetta ekki styrt af rannsóknum
rannsóknir, eiginlega allar rannsóknir sína, langflestar sína að það er gott fyrir börn að vera á leikskóla. Auðvitað verður leikskólan að vera almennilegur. Aðstæður starfsfólk á leikskólanum verður að vera góðar, þau verður að fá sæmilega borgað og svona. Faglegt starf. Já. En umönnunin og þroska örfunin sem að krakkar fá á leikskóla versus það að vera heima hjá sér eftir eins og saldur er bara miklu betri á leikskólanum og þetta sýnir sig til dæmis eins og málþroska drengja, það er miklu betra fyrir þá að vera á leikskóla. Og fyrir krakka sem að koma frá efnahagslega eða frá fjölskyldum sem að líða efnahagslegan eða félagslegan skort, þá skiptir þetta ennþá meira máli. Þannig það er mjög mikilvægt að við höfum dagvistunarúrræði á viðráðanlegu verði. Þannig að þessi svona staðalímynd góðu móðurina, hún er ekki bara slæm fyrir konur og jafnrétti og hagvöxt, hún er líka slæm fyrir börnin. Og en af hverju er ekki, að því að svo er líka konur sem að þurfa að vinna vaktavinnu, konur sem þurfa að vinna á næturna og alls konar skrýtnar vinnur, sérstaklega, af hverju er ekki til leikskóla á næturna? Sko, hérna, ég er búin að vera að hugsa um þetta, ég er búin að vera að hugsa ein og ekki búin að googla, þannig að þetta er frá að vera ógeðslega heimskulegt. En sko, ok, segjum að vera... Doktor, myndi það. Ég er doktor, já. Þannig að þú getur ekki sagt neitt heimskulegt. Og ég kann að googla. Já. Ég hef nú heyrt hérna heimskulegustu hluti sem ég hef heyrt er að margir komið frá doktorum. Já, við höfum eftir að taka það seinna. Já. Þannig að, ok, þú ert í vaktavinnu og barnið þetta er á leikskóla á nóttunni. Já. Svo kemur þú heim. Þú ert að sofa. Já. Hver er það að passa barnið þetta? Já. Þetta er nefnilega erfitt. Og ég bara veit ekki hvernig fólk í vaktavinnu fer að þessu. Nei. Þetta er rosalega flókið. Já. Kannski þarftu að vera með dagmóður, svefnmóður. Já. Svefngæslu. Þú veist, leikskóli þar sem að krakkarnir sofa bara. Eða þeim er haldið vakandi allan nóttina meðan þú ert að vinna. Já, það var einmitt þar sem að mér datt möguleg í hug. Og þú fyrir að sofa með barninu á mótnana. Þú veist að börnin væri bara í... Já. Og þá ertu svakalega góð móðir því að þú veist, þú getur eitt hérna. Þú ert í sama rytma á barni bara. Já, eða barnið er í sama rytma á þú. Já, en svo finnst mér líka annað því að við erum alltaf að hugsa um réttindi barna og hvað með börnin. Jú, gott og vel. Réttindi barna eru mikilvæg og það þarf að hugsa um börnin. En það sem ég finnst svolítið gleymast í þessu er að við erum öll fyrirrandi börn. Já. Og það er eins og þegar maður hætti að vera barn þá allt í einu þarf enginn að passa mig og hugsa mig og mína velferð heldur að ég allt í einu er mamman og mitt hlutverk er þá að fórna mér allt í einu fyrir einhverju önnu börn sem að þurfa svo að fórna sér fyrir einhverju önnu börn. Þannig að börn eru lúksus pésarmaður en sko af hverju Þú ert að tala fyrir einhver svona, þú veist, að vera komið á svona kerfi þar sem að þú getur fengið mömmu fyrir þig. Eða bara allir þurfa alltaf að koma fram með eins og þessi barn. Já, en hver að þá að vera mamma? Já, Bara Kristrún Frostadóttir, hún er bara mamman. Bara Frigg og Freyja eða eitthvað. Já, veist, já. Bara samfélagið að vera mamman. Samfélagið að vera mamman. Og pappina að vera mamman. Er ekki komið að því að papparnir séu mömmurnar? Er ekki komið að því? Við þurfum öll að vera mamman. En svo, svo er náttúrulega klassikinn sko, góður pappi, einstæður pappi, pappin sem er einn heima, hann er svo duglegur. Þetta er svona gammalt þema sem við þekkjum. Pappar eru sem ekki klaufar í fannin sinni, ég hef alltaf verið með mynd af því í kynjafræði tíma, það er svona samfella sem ég sá í jólamarka í Hafnarfirði það er sem eru svona samfella fyrir unga börn og það eru svona leiðbenningar eins og þessi IKEA-bæklingur og svona örvar hendina frá hér og hinn hendin hér og fóturinn hér svona fyrir, svo stendur svona að þú getur þetta pappi á samfellinni það er svona einmitt þetta verið að tala niður sko, og svona gert ráð fyrir því svona pappar sem ekki klaufar en við eigum að kunna þetta bara
automatist Já. að því að bara þú getur orðið ólétt Já. og þá bara allt í einu kannt þú á samfellur Já. og allt. Það er hræðilega erfitt að klæða unga barn í samfellu, sko. Já, en Það er það er líka, hræðilega erfitt. af hverju á ég að kunna Já. það bara eitthvað líffræðilega? Já. Nei, sammálaður og þetta er sko heldur aftur náttúrulega af körlum og pöbbum sem að vilja stiga inn í þetta og veita umönnun og taka þátt í börnunum, umönnum barnana. Þetta er bara til þess að ýta þeim í burtu að gera grína þeir séu svo miklu klaufar. Eða gefa þeim líka bara tól, hvort sem meðvitað eða ekki, akkurat. til þess að bara þumbast framhjá því að gera það. Hvað heitir þetta hérna? Þannig weaponized incompetence. Akkurat. Hvað heitir þetta á íslensku? Sko, vopnvædd hljómar alltaf svolítið asnalega á íslensku. Já, það er samt ég hef heyrt að vopnvædd vangeta. Já. Vaff. Já. Ég vil kalla það. Mhm. Já, nefnilega sko. Þetta er nefnilega, það er hræsniðana. En þetta er svo fyndið að því að við erum svo, okkur finnst þetta að vera svo mikil náttúrulega mál samt líka. Að konur kunna klæða börn í samfellur en ekki kallar. Já, en það er líka, en konur þurfa, þú veist, það er bara gert ráð fyrir því að þær leggja á sig vinnuna við að undirbúa að vita, þú veist, hvað þarf að vera til þegar þú kemur heim á fæðingadeildinni. Einmitt. Já, en allavega. En heilaga móðurinn, hún er ekki bara skaðleg fyrir konur, hún er líka skaðleg fyrir börnin, eins og til dæmis þegar hún er notuð til að taka af þeim eða skerða dvöluður á leikskólum. En við höfum nú ekkert minnst á samfélagsmiðla. Jú, samfélagsmiðlarásina sem við ætlum að mögulega vera með á Instagram. Já. Staðalímyndin getur haft svakalega slæm áhrif á börn í nútímanum gegnum samfélagsmiðla. Þrýstingurinn á mæður að vera fullkomnar og svo er það blandað við alltaf neikvæða við samfélagsmiðla. Það brýst út í því að börnin þurfa líka uppfylla ímyndina hinna heilögu móður. Þannig að út á við þurfa börnin að sína hvað móðurinn er frábær. Já, með því hvernig þau líti út og hvernig þau haga sér. Á samfélagsmiðlum. Já. Þannig að þú ert auðvitað vond móðir ef að barnið haga sér ekki vel eða þú veist, ef að þið er illa snýtt eða það er í buxum með rifin hné eða væntanlega. Þú ert vond móðir, sko. Eða óþekkt grenjabúð bara, þú ert lesefna foreldri og þá greinilega vond móður og vond kona. Og þetta eru svona þessar svokölluðu mom influencers. Já. Þar sem að börnin verður stjörnurnar, þau eru hluti þessar ímynd móðurinnar að uppfylla út á við staðalímyndina. Og þannig verða þessar mæður, fá þessi verðlun, þessi samfélagslegu viðurkenningu, þessi verðlun að vera góðar mæður. Og börnin þurfa þá að vera falleg, þau þurfa að vera heilbrigð, maður alls ekki vera fötluð og þau þurfa að vera stilt. Svolítið skemmtilega fyndin helst. Já, eða mjög klár. Svona kjút og svona í stíl svolítið. Já. Og þau þurfa náttúrulega helst að vera framúrskarandi. Og þetta þá kemur líka niður á börnunum, þannig að staðalímyndin góðu móðurina er aftur slæm fyrir börnin. Já, ég hef aldrei séð svona momfluencer sem er með bara eitthvað óþólandi barn sem ræður ekkert við. Ég datt niður í eitthvað rosalega snegt í síðustu viku. Það er Sad Beige Moms. Og við hún svo fyndin. Er það ekki hérna þýskagælan eða, nei? Ég veit ekki, ég hafði ekki heyrt þetta áður. Þetta er sem sagt konur sem að það eru svo stíliseraðar og er búin að vera svo mikið á samfélagsmiðlum, kannski búin að vera á samfélagsmiðlum í 10-15 ár áður en að regnast börn. Já. Það snýst allt svo mikið svona að allt sé fallegt og líti vel út á samfélagsmiðlunum. Eins og samfélagsmiðla gera. Já, flotta myndir og svona. Og þá verða sko alltaf vera svona í jarðlitum, svona beige, svona, hvað heitir þetta á íslensku? Svona ljósbrúnt. Allt verður að vera ljósbrúnt. Já, drapplitað. Já, drapplitað. Og börnin eru, þú veist, alltaf klætt í drapplitu föt og öll leikfengin þeirra eru drapplitið og allt í kringum þeirra er drapplitað. Í staðin fyrir að fá þessi björtu, sko, æpandi liti sem að örva heilaþróska ungabarna. Og ungabörn þurfa á að halda. Já. Þannig að til þess að sko líta vel út og líta út fyrir að vera þessi svona flotta móðir. Já. Þá ertu í raun að ræna börnin
svona litaþroska. Já, heilaþroska. Ég hef nefnilega mjög mikið verið að velta þessu fyrir mér á þess að vera að drappsema foreldra hérna. Byrju, hvað er drappsema? Seimaði fyrir að vera drapplitið. Já, ok. Það er nýtt hugtak. Þetta er nýtt hugtak, ok. Base seima. Já. Að hérna, þetta náttúrulega þetta er tíska og ég meina manni finnst þetta oft fallegt það sem maður sér mikið af og þetta er sett voðalega fallega upp og þetta er aðalega ljúfur litir og voðalega lekkert og þetta er í öllum búðum og sér fataslár í barnafatabúðum og barnaleikföngum og ég hef séð sko drapplitan regnboga í einhverju leikfangabúð í alvörunni. Það er best. Það voru bara mismunandi tónar af drapp í regnboganum og þetta náttúrulega verður þetta, ef maður skoða bara hús og hýbili þetta er búið að vera svolítið tíma þessi litapaletta og ég er búin að venjast þessu pínu mér hefur alltaf fundist þetta svolítið skrítið og að því að ég er náttúrulega 70s, 80s barn þar sem allt var bara í legolitunum og maður var í appisnugul og græn og brúnu og var gulur og græn og blá og öllu og mér finnst þetta furðulegt en ég skil ekki ekkur þetta er búið að vera svona lengi að því að ég skil alveg að koma tískusveiflur og svona en svo núna þegar maður skoða fasteignavefin og svona þá virðast sérstaklega ungbarnaherbyggi vera ofsalega drapplituð og þetta hlýtur að vera eitthvað svona bara markaðstengt og þegar þú segir það þá fyrir að hugsa að þetta hlýtur að vera samfélagsmiðla tengt bara getur ekki annað verið af því að börn myndu mjög ólíklega fara ef þau mættu velja og fara að velja drapplitaðan regnboga. Já, það er mjög skrítið og sko bara til þess að þau geti náð eðlilegum heilaþroska þá þurfa þau þessa örfun í gegnum augun og fá að sjá skýra liti og mikinn kontrast. Já, erum við ógeðslega leiðilega núna? Erum við að drappseima? Já, það er bara allt í lagi. Já, ok. Fyrirgefið þið? Já, en svo er líka sko sem að tengist ekki góðu móðurinni og það er þetta þegar að foreldrar eru að deila endalaust börnin sín, nota börnin sem stjörnunar sem að er bara eitt form af bara vanrækslu og misnótkunum börnun. Þegar þú gerir hvað, segir þau? Þú ert til dæmis, þú ert með einhverja rás og þú ert að sýna þegar börnin fær í tantrum þú ert að sýna þegar börnin get ekki sagt eða þau pissa á sig eða hérna þú veist sína hérna úlingstelpan á heimilinu, hún var að byrja á blæðingum og það er bara, þú veist, posta á Instagram. Er það bara gert? Þetta er gert, þetta er ræðilegt. Ég veit ekki hvort það eru margir íslenskir foreldrar í þessu, ég vona ekki. Nei, ég vona ekki. Þetta er rosa bandarist og svona þekkt, mjög mörg þekkt dæmi hérna Ruby Franki, hefur heyrt hana? Nei, en svo, sko, ég hef ágjur af því að því að þetta er rosalega bandarist og manni, sko, verandi emitt fullorðin kona þá finnst mér það vera voða fjarlægt en svo náttúrulega þegar maður er innan krakka sem að í rauninni fermast inn á TikTok bara að þá erum við kannski ekki alveg búin að átt og gráði ennþá hversu mikið af þessum trendum, þessari bara svona heimsmynd, þessari hegðun og þessum hugmyndum munu koma upp hérna þegar að þessi krakka verða fullorðin skilur bara hversu mikið af þessu er í raunin að síjast inn í krakkan okkar og mun byrtast þér eins og við segjum alltaf allt sem gerist í Bandaríkjunum kemur svo hingað eftir nokkur ár það kannski er þetta alveg að seitlast inn hægt og rólega þannig að við verum komið með full blown ameríska momfluencers með það sem þú ætti að segja. Já, ég vona ekki. Nei, en það er alltaf eins líklegt sko. Já. En eigum við að láta þetta gott heita eða á ég að segja frá Ruby Franki? Segðu frá Ruby Franki, ég greip fram en kláruðum hana því við getum gjörðum með svona cliffhangera. Já, það er bara mjög öll að googla. Hún var sem sagt með YouTuber sem heit 8 Passengers. Já. Og hún var hérna, þú er heyrt hana. Já. Hún var svona mormoni og var að sína sem sagt hvað hún væri frábær móðir, svona staðalímitin góða móður. Þar sem að börnin voru aðal stjörnurnar
og hún var alltaf að fá hrós þess að hvað börnin væri falleg, hún væri greinilega svo góð og frábær. Já. Svo sáum við bak við tjöldin. Sáum við bak við tjöldin og þetta náttúrulega endaði á því að hún var dæmd fyrir bara ofbeldi gegn 2 yngstu börnunum sínum þar sem var bara hræðileg meðferð á þeim. Já, ég man eftir þessu. Já, en hún fekk sagt, ég held að þetta hún fekk þessa hvatningu í gegnum þessa staðalímynd að hún væri svo frábær manneskja, hún tilherði svo vel vegna þess að börnin hennar væri svo frábær. Já. Niðurstaðan staðalímyndin góða móður slæm fyrir konur, slæm fyrir samfélagið, slæm fyrir börnin. Sem verða síðan mæður og feður. Já. Heyrðu, við töluðum að við ætluðum að hafa svona framtíðasýn feministans. Já. Að gera það? Já. Hvað? Já. Ok, vorum við búin að undirbúa það? Já, hvað er með það? Herði, ég er með nokkra púnta, ég ætlum bara svona að vera með þetta svona bara rapid fire. Já. Drífum okkur bara. Já. Herði, framtíðasýnin að öll börn hafa aðgang að góðri dagvistun frá 12 mánaða aldri, óháð fjárhags- og félagsstöðu foreldra. Check. Fæðingarorlofinu jafnt skipt, þá meni ég nýjafnt á milli foreldra. En hvað með... Nei. Og ábyrgð á barnauppeldi jafnt skipt milli foreldra því að það best fyrir barnið. En þegar þú ert með foreldri sem fíbl eða ekki til staðar einhver hluta vegna eða bara ekki til. Ekki til. Já. Já, þá augljóslega ekki jafnt skipt. Nei. Augljóslega. Nei. En svona þegar eru... Já. Þegar kostur á. Þegar kostur á. Já. Og hérna... Ef einhvern tímann hafa þátt tálmun. Já. Tálmunamæður. Já. Ok. Engin spurning. Og skólar, þeir að bera ábyrgð á námi barna og vera málsvara þeirra sem þurfa meiri stuðning gagnvart kerfinu. Því að það sem við höfum ekki talað hérna, því að það eru rosalega mikið álag á mæður sérstaklega, að vera málsvarar barna gagnvart kerfinu þegar börnin þurfa eitthvað meira heldur en að þeim rétt. Og það þannig í lögum að foreldrar bera ábyrgð á námi barna sína, ekki skólanir. Og þá les mæður bera ábyrgð á. Já, og þá það getur verið síðan vinkill yfir í annan þátt. Að því að við þurfum... Ertu að skrifa þetta niður? Nei, margir, við erum bara að hlusta á þáttinn og fatta hvað þætti við erum að fara að gera. Okay. Með þetta að réttur foreldra til þess að ákveða hvað barni lærir og þá hægt að skoða heimaskólun sem orðin svona tradvæf pressa að því að skólarnir eru náttúrulega fullir af vók, vírusa, feminista, rúf, horfandi rugludöllum eins og mér og samtökin 78 bara hafa aðgang að börnum í skólanum og þau eru bara eitthvað að læra að þau sem raskat og bara eitthvað. Já, hvað hræðilegt. Það er bara foreldra réttur þarna versus skólinn og kerfið. Það þáttur. Allavega, já, sorry, ég er gríp svo mikið. Þetta á að vera þannig. Já. Þetta samtal. Já. Skólanum verða náttúrulega þá að vera vel fjármagniðir ef þeir geta staðið undir öllu þessu og laun og aðbúnaður leikskólastarfsfólks sérstaklega en líka allstarfsfólks í skólum til fyrirmyndar og í samræmi við það mikilvægi starfsins og í samræmi við mikilvægi starfsins sem eitt af mikilvægist í samfélaginu og svo it takes a village. Það þarf þorp. Það þarf þorp. Það ekki á ábyrgð eða það bara ekki hægt að einmanniska sem sagt móðurinn geti borið öll þessi hlutverk gagnvart barninu. Nei, hversu leiðilegt er það líka bara alast upp, að vera bara alin upp af einni mannsku. Já. Það gefur ekkert mikla vitt í mannskapin. Nei. Já. Einhverju sem þú vilt bæta við framtíðasýnina? Nei. Banna samfélagsmiðla? Já, við höfum náttúrulega hljótum að þurfa að skoða samfélagsmiðla betur og já, nei, en ég tek eftir því að núna rosalega mikið í gangi alls konar svona tal einmitt móðurhlutverkið, feministirnir að skemma eitthvað svona back to svona endur hvarf til einhverja
kveneðlisróta og inn í þetta heilaga náttúru hlutverk okkar, það er mjög sterkt í dag og ég held alveg að við gætum einhvern veginn og einhvern tímann skoða það líka betur svona mismund, já, og bara hvaðan kemur þetta, hvaða áhrif hefur þetta og hvað ætlum við að gera við þetta, skilur, ætlum við bara að sitja hérna 2 miðaldra fúlar í podcasti eða hvað er hægt að gera? Sitja í kveneðlinu. Já, ég var í Sundi daginn sem er ekki frásögufærandi og þá var ung kona með einhverju öðru ungu fólki og hún sagðist hafa heyrt einhvern vera að tala örugglega í podcasti í sjónvarpinu eitthvað svona feminine power og masculine power og hún þyrfti að fara meira inn í hennar feminine power að því að hún væri svo lost og ég held að það sé við getum tekið það svo hvað er þetta kveneðli? Já. Og kannski er þetta bara miskilningur hjá okkur. Við erum ekki nógu tengdar kannski við kveneðlið í okkur. Þess vegna erum við eitthvað. Við erum bara hættar á blæðingum og hættar eiga börn og þáttur. Orðnar einhverjum köllum. Þáttur. Já. Já. Heyrðu, ég var að segja þetta gott. Er líf eftir móðureðlið? Er líf utan móðureðlis? Já. Ok. Þetta lítur að vera endasetningin. Já. Já. Geggjað. Heyrðu, bara takk í dag. Já, sömuleiðis. Þetta gekk bara vel. Yes, ok. Ok, bye. Bye.